Þá það 7. dagskrárliður samþykkt stjórn og fundarskap Akureyrarkaupstaðar endurskoðun vegna stjórnsýslubreytinga seinni umræða. Eiríkur Björgvinsson tekur til máls. Bæjarstjóri. Forseti og ágætu bæjarfulltrúar, ég er komin hérna vegna seinni umræðu samþykkt stjórn og fundarskap Akureyrarkaupstaðar. En hér voru á síðasta bæjarstjórnarfundi lagðar fram nokkrar tillögur sem annars vegar var hafnað og hins vegar voru samþykktar. Þær tillögur sem þar voru samþykktar hafa verið settar þá inn í núverandi tillögur sem þá til seinni umræðu og ég ætla ekki að fara í gegnum allar þessar tillögur. Ég fór ágætlega í gegnum samþykktirnar síðast. Þannig að til þess að stytta umræðuna þá legg ég bara einfaldlega fram samþykktirnar með þá áorðnum breytingum sem voru gerðar á síðasta fundi og til umræðu og endanlegrar afgreiðslu. Takk fyrir. Eiríkur Björgvinsson hefur lokið máli sínu. Bæjarstjóri, orðið laust. Sóli Björk Stefánsdóttir, bæjarfulltrúi, biður orðið. Forseti og ágætu bæjarfulltrúar, mér langaði bara til að koma hérna og gera grein fyrir atkvæði mínu. Ég hafði hugsað mér að sitja hjá við afgreiðslu þessa máls, ekki að því ég sé á móti þessum breytingum enda eru þær nauðsynlegar, heldur vegna þessa eftir fyrri umræðu málsins þar sem ég hafði lagt fram breytingartillögur við stjórn og fundarskap Akureyrarbæjar sem var hafnað. Átti ég samtal við forseta bæjarstjórnar þar sem ég bað hann eða svona spurði hvort það væri ekki hægt að taka þetta mál aftur til umræðu á þarnæsta bæjarstjórnarfundi. Ég gekk út frá því samtali með þann skilning að það væri ekkert mál og alveg sjálfsagt og það olli með miklu vonbrigðum að sjá þetta mál á dagskrá fundarins í dag vegna þess að ég tel forseta hafa gengið á bak orða sinna við mig, þannig að ég mun ekki greiða atkvæði með þessu máli af þessum ástæðum. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Sóli Björk Stefánsdóttir hefur lokið máli sínu. Ég ætla að biðja Sigríði Huld Jónsdóttir, bæjarfulltrúi og varaforseta að taka við stjórn fundarins og gefa mér orðið. Bæjarfulltrúi Matthías Rögnvaldsson hefur beðið orðið. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Já, ég hvort að ég hef gengið á bak orða minna, það er náttúrulega svolítið ég tók jákvætt í þetta og ætla ekki að fullyrða að ég hafi lofað eða ekki lofað að þetta yrði ekki á dagskrá. Ég bara treysti mér ekki til þess og ef ég hef lofað því þá veist ég bara afsökunar á því en það var bara nauðsynlegt að taka þetta fyrir núna. Það þurfti að klára þetta fyrir mánaðamótin, þá þurfti að boða til aukafundar eins og ég skildi þetta og þess vegna erum við að klára þetta og þannig að það er náttúrulega leiðilegt ef það hefur orðið einhver trúnaðarbrestur hérna á milli okkar, bæjarfulltrúa okkar Sóleyjar og vill að sjálfsögðu reyna að vinna heilindum og gera hlutina rétt og standa rétt á hlutunum. Ég biðst bara einlega afsökunar á því ef ég hef einhvern átt klúður á þessu. En við þurfum að taka þetta mál fyrir og það er hér á dagskrá og ég þakka fyrir. Bæjarfulltrúi Matthías Rögnvaldsson hefur lokið máli sínu og biður forseta að taka aftur við stjórn fundarins. Orðið laust. Bæjarfulltrúi Preben Jón Pétursson hefur beðið orðið. Forseti, bæjarfulltrúar. Mér finnst það bæði klaufalegt og dapurlegt að við skulum ekki ná einingu og kjósa öll hvernig við viljum hafa fundarsköp og stjórn fyrir Akureyrarkaupstað. Við komum með tillögu fyrir hálfu mánuði síðan og var felld, við vorum samt með tillögu að breytingu og ég er ennþá þeirri skoðun að hún hefði verið til góðs. Svo erum við með seinni umræðu núna á tímabilinu, þennan hálfa mánuð, þá hefur ekkert þurft múk hvort við myndum vilja samþykkja þetta og gera þetta í einhverju sátt. Hvort við gætum eitthvað að laga þetta til. Við teldum einhverja breytingu og ég veit það alveg innst inni. Ég trúi því bara. Að þessi breyting sem við lögum til, hún er ykkur ekki þannig á móti skapi og getur ekki
ég skil ekki alveg bara, það bara, hvort hún hafa komið úr rangri átt eða á vitlausu tíma, en við höfðum allavega hálfan mánuð til að ræða saman hvort við getum náð ykkur í lendingu. Það var aldrei reynt. Ég mun setja hjá í þessar atkvæðagreiðslu. Það einfaldlega því mér finnst bara sorglegt við skulum ekki allan reynt að ræða þessi mál út hvort við getum ná samkomulag þetta. Það var vitað fyrirfram að það var óeining þetta mál. En það er mjög mikilvægt að við séum sammála það og ættum að ná lendingu það. Það var ekkert gert til þess. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Brynjar Jón Pétursson hefur lokið máli sínu, orðið list. Bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason hefur beðið málið. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, ég ætlaði bara að koma upp og lýsa því yfir að ég er líka sorgmæddur, enda ég svartklæddur í dag. Ég get nefnilega tekið undir það sem bæjarfulltrúi Preben sagði hér núna, að það er eiginlega hálfsorglegt að það skuli ekki hafa verið gert eitthvað, og kannski má spyrja því af hverju höfum við þá ekki frumkvæðið að því. Það má vel vera að það sé að varpa boltanum á okkur í minnihlutanum hvað það varðar, en mér finnst þetta kannski mál sem að meirihlutin hefði kannski átt að taka á sína arma og hugsa þannig að það væri kannski ástæða til að setjast niður og reyna að ná sátt á einhvern hátt. Ég geri mig alveg fulla grein fyrir því að tillagan barst seint inn fyrir síðasta fund og það getur ekki verið bein ástæða til að hafna tillögu þó hann hafi borið seint inn. Og þá er alltaf gott bara að setjast niður og fara yfir málið og skoða hvort að það sé einhver aðri fletir á þessu. Við ræddum það líka hérna síðast að þessar tillögur breytingar á ræðutíma bæjarfulltrúa mætti kannski gera tilraun með svona og skoða hvort að virkuð og við getum bara stigið tilbaka. En það væri fróðlegt að fá að heyra frá meirihlutanum hvort að þetta sé eitthvað sem kemur til greina þá að skoða síðar meir. Ef að til þess kæmi að menn tækju nú þessa samþykkt upp aftur með tilliti til þess að skoða það hvort að megi þá ná sátt breytingar. Ég geri mig grein fyrir því að það þarf hugsanlega að afgreiða þetta hér vegna þeirra stjórnskipulagsbreytinga sem við erum að ganga gegnum. En ég tek undir með þeim sem hér hafa talað undan mér að ég mun sitja hjá á meðan að við erum ekki búin að útkljá þetta mál svona með umræðu. Og mér langar líka bara til þess að kalla eftir því að við kannski gera þá meira því að setjast aðeins niður og ræða ákveðin mál sem við vitum að smá deila og við erum ekki einhuga og skoða hvort við getum lent þeim. Bara svona næsta 1,5 ári til dæmis. Takk. Bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason hefur lokið svona máli sínu. Bæjarfulltrúi Guðmundur Baldvin beðið málið. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Vissulega er það svo að það dapurt þegar við erum að samþykkja hér breytingar á fundarsköpum Akureyrarbæjar að við skulum ekki vera einhuga í því og þetta mál æxlaðist kannski með þessum hætti að við gengum frá þessu á síðasta fundi. Það má vel vera það sem rétt sem að Preben Jón bæjarfulltrúi talar að við hefum kannski átt að ræða þetta á milli fundana og það kannski hugsanlega hefur það verið tilgangur bæjarfulltrúar Sóleyjar Bjarkar að fá lengri tíma til þess að ræða þessi mál. Þess vegna hafi hún beðið að bíða með þetta til næsta fundar. Hins vegar lá fyrir að við þyrftum að klára þessar samþykktir og ég tel að við munum ganga frá þessum samþykktum hér og samþykkja það til þess að við getum klárað þetta varðandi stjórnsýslubreytingarnar. Hins vegar erum við náttúrulega líka lausnamiðuð og við hlustum nú ofta minnilutan og ég held að við séum alveg tilbúin í þá umræðu að skoða þetta síðan í framhaldinu. Ég held að þetta er ekkert meitlað í stein þessar samþykktir og við getum alveg hort til þess að eins og bæjarfulltrúi Gunnar kom inn á. Já, við getum hugsanlega bara sagt að við stemdum að því að ári að vera búin að komast að niðurstöðu og bara frá með 1. janúar 2018 væri við búin að breyta samþykktum. Ég veit ekki, ég bara tala nú fyrir mig hérna í pontu. Ég held að við verðum að horfa á þetta.
þetta er ekkert eilíða plagg og við getum breytt þessu ef að vilji er til þess. En okkar sjónarmið var á þessum tímapunkti og er ennþá að þetta hafi kannski ekki verið þörfbreyting, en við erum sjálfsögðu tilbúin að halda áfram að ræða þetta og skoða, til dæmis eins og bæjarfulltrúi Matthías og forseti bæjarstjórnar hefur oft talað að hvernig eru aðrir að gera þetta og hvernig er þetta að koma út og svo framvegis. Þannig að ég vil ekki meina það að við séum að ég kannski bara koma þannig orðað í þetta er ekkert meittlega í stein og við erum alltaf tilbúin að skoða aðrar leiðir. Þannig að við þurfum að klára þetta núna, samþykkja þetta. Mér er ekki miður að við skulum ekki öll vera sammála í því, en ég held að við þurfum að horfa til framtíðar og þá skulum við taka mögulega breytingar á þessu aftur. Takk. Fulltrúi Guðmundur Baldur Guðmundsson hefur lokið máli sínu, orðið er laust. Þá göngum við til atkvæðagreiðslu þeir sem geta samþykkt eins og skefið merki. 6 sem er á móti, eins og skefið merki. 5 sitja hjá.